komið sæl og verið velkomin í FM 95 blöð við Hjörvar höfum ákveðið að lækka niður þessu lagi. Þetta er fallegt lag, Wherever You Will Go með Charlene Soria. Fallegt en hundleiðilegt. Nei, það er bara 50 dagur og maður á ekki að byrja þáttinn svona sko. Jó, þú verður nefnilega að rífa fólk úr janúar þunglindinu. Vera með eitthvað hressar á... Já, ég er að segja, það er svona lækkuð við niður í þessu. Já, ok. Hjörvar Hafliðason er mættur hérna eins og alla aðra 50 daga. Já. Já, hvað, vantaði headphone-in? Ég er búinn að íta á takan. Það gaf við það. Það er enginn tekið jafn miklum framförum í stúdíu og ég sem tæknimaðurinn. Nei, ég tek á því. Já, en hérna við Hjörvar Hafliðason erum með stútfullan þátt í dag. Það er ekkert flóknara. Hann er á leiðinni til okkar, hann Múkisson sem var valinn maður ársins hérna hjá okkur Hjörvari rétt fyrir áramót. Já. Hlustendur voru sammála það. Ég vil toppna á ekki þessu gæði, vist. Já, ég hlakka til að hitta hann sko. Ég hef nefnilega aldrei talað við Múkisson. Hef ég einhvern heyrt hann tala? Nei, hann er ekkert oft í viðtölum með það. Ég man ekki eftir að hafa heitt hjá hann. Nei, ég get ekki til dæmis, ég get ekki hugsað með hvernig rödd hans hljómar á þess að hann sé að syngja. Þú veist, maður hefur heyrt hann en ég hef ekki heyrt hann tala. Hann er, nú veist það, Hermundi Mega, sko. Nei, mannst ekki eftir laginu Murmur. Jú, en þú veist, það er, ok. Já, þetta var ekki Mega saman. Nei, þetta var svona ekki góð svona eftirherma á honum. Nei. Getur gert betur. Ég mun reyna betur eftir þegar hann kemur. Það er aldrei vita nema að koma með gítarinn og taka lagið með okkur. Herðu, svo ætlum við Hjörvar að ræða hérna eftir hver á að vera íþróttamaður ársins því að það er víst valið í kvöld og koma 10 einstaklingar að reyna. Samt sko, þetta er eins og eiginlega alltaf Hjörvar, það kom ekki 10 Íslendingar að reyna. Það koma bara Íslendingar að reyna, sko. Já, ég er að segja, það kom ekki 10 manns að reyna. Nei. Það er þannig, maður getur alveg tekið út, það eru 5 manna sem ekki að fara að vinna þetta, það er nokkuð ljóst. Já, þau vita líka manna best, sko. Já, en samt gaman fyrir að mæta, stríla sig upp og... Þú færði einhverja bókan í byrjun? Já. Ég hef oft verið á þessum ívent. Já, nákvæmlega, en svo er hérna... Íþróttafréttamaður. Nei, ég er ekki íþróttafréttamaður. Ég kýs ekki í þessu. Nei, ok, færðu ekki. Hérna, hver er á þessu? Það er íþróttafréttamaður. Ég er ekki íþróttafréttamaður. Nei, ég skil þig, ok. En hvernig er rosalega þetta erfitt orð, íþróttafréttamaður? Íþróttafréttamaður. Nei, ég er það ekki, en það er þeir sem kjósa. Já. Og þeir hafa valið þarna sinni íþróttamann ársins í kvöld. Já, og Höddi Magg, hann var nú ekkert að tvína hann við þetta, hann setti bara strax á Twitterinn hjá sér, hvernig hann vill fá sem íþróttamann ársins. Já, ég meina auðvitað á að vera þannig, menn ég bara að gefa upp hvernig kjósa. Þetta hefur alltaf samt verið eitthvað voða lindamál. Já, það er bara einhver arfleið, einhverja gamall að kalla, einhverju svona leiðinlega, auðvitað að menn bara segja hvað þau kjósa. Það er bara að standa bara við það og hérna, það er stundu þannig að menn eru svolítið litlir í sér, en svo náttúrulega, við munum náttúrulega eftir eins og þegar Eiður Smári var ekki valinn hérna á 2007. Þá var það auðvitað bara skipulagt. Þá var það bara þannig að því Eiður var svolítið leiðilegu við íslenska fjölmiðla. Það var ekkert alltaf að rífa upp síman og spjalla við þá, sko. Og það er ekkert brjálað sjálfstyrust oft í þessum gæjum, þannig að þeir svona, já, hann tekur ekki upp síman, þá rottu okkur saman og veljum hann ekki. Það var gert. Já, hann var markaðasti leikmaður Barcelona fyrir áramót. En þeir ákvað að velja Guðjón Val Sigursson sem var að spila með Reinhardar Göppingen eða eitthvað, sko. Ég veist, eða Göppingen eða eitthvað, Gúmesbakk held ég þá á þeim tíma, stóð sér rosalega vel og allt það, en Íslendinga munu aldrei aftur eiga markaðasta leikmaður Barcelona fyrir áramót eða neitt svoleið, sko. Aldrei. Nei, ég veit það. Og hérna... Það hefur alltaf verið nett fíla út í hann einhvern veginn. Ég held að þetta sé bara... Hann er ekki eins og tilnefndur í ár sem er skanda. Nei, hann er náttúrulega ekki að skilja á þú, en hérna... Hann við ekki það sjálfur. Þetta er svona svipað eins og bara með Zlatan í Svíþjóð. Það er oft svona, menn er oft ekkert vinsælir þó standa sér vel, sko. Nei, nákvæmlega. En já, við ætlum að ræða þetta betur eftir og svo erum við með Brjátbreki. Við ætlum að heyra í honum í fyrsta sinn á 9 ári. Við Hjörvar ætlum að leysa vandan líka og svo ætlum við að taka upp tuðhornið. Já, og endilega tuðið við lélegum jólagjöfum. Ég vil fá að heyra hver var lélegasta jólagjöfin í ár. Já. Það var einhver að fá alveg virkilega lélega jólagjöf. Fékkst þú einhverja lélega jólagjöf, Hjörvar? Nei, enga svona alveg ömulega. Ég fekk svo lítið að jólagjöfum, sko. Þannig að það er ekkert... Ég fekk þetta hellinga jólagjöfum. Já, ég fekk bara það sem ég fekk var hrigalega nett, sko. Já, ok. Maður líka komin á þann aldur, maður er ánægð með allt. Nákvæmlega. Þú veist. En herðu, þú vildi fá smá hræsleiki í þetta. Hjörvar, þetta er bara gert fyrir þig. Takk. Heyrðu hvað að detta þetta inn? Já, ég heyra. Þetta er 50 dagur. Það er líka best þegar hann tekur hérna I don't play football but a touchdown everywhere. Þú veist það eftir. Svona erum ekki alveg sammála þennan mann, hann kallar sig Pitbull en nei, herðu, þetta er lagi sem ég ætla að spila fyrir það eftir, Hjörvar. Stoppaði þá. Ég er búin að stoppa það, maður, herðu, ekki... Smá lélur á takkunum. Ég var einmitt að hrósa sjálfur mér aðan, maður, anskotin. En þetta þýðir að við þurfum hérna að setja þetta bara sem næsta lag. Herðu, já, en ég er búin að vera að spyrja hérna strákana, Hjörvar, hvort að þeir ætla að vera með eitthvað áramóta heiti og annað.
Já. Eitthvað þannig á þér á 9 ári? Þetta náttúrulega fyrst eins sem ég hitti á árinu. Já, það náttúrulega bara að halda áfram vinna í andlegu hliðinni. Já, hún mjög mikilvæg þér. Jó, hún gríðarlega mikilvæg. Ekki síður en líka mig þér. Jú, þetta náttúrulega bara, þetta helst í hendur. Já. Og nei, það aldrei neitt, sko. Ég náttúrulega reyki ekki, þannig ég get ekki hætt að reykja. Nei, það væri held ég að fyrsta sem maður myndi samt gera, það væri að hætta að reykja ef maður myndi reykja. Þú alltaf verið á toppnum án tóbaks, eða ekki? Jú, 31 ár á toppnum án tóbaks. 31 ár, heyriði það hlustendur. Hjörvar Hafliðarsson. Nei, ég hef stundum hugsað að hætta að drekka kók. Hætti að drekka kók? Já, það nú samt hægara sagt en kerti á þér, sko. Já, ég náttúrulega var, sko... Þú hatar ekkert eina rauða dó, sko. Nei, ég náttúrulega var á tímabili 6 súpudósamaður. 6 súpudósir? Það er ekki mikið. Það var kannski í byrjað, þú tekur morgumatinn, tekur eina með henni. Já. Svo eina milli, kannski svona 10:30 og 12. En hver fær sér súpudósi morgumat? Ég. Með hverju? Ég gerði það oft. Já, en hvað, veist, ertu ekki að fá það serjós á mótana, eða hvað er það að fá? Nei, ég fekk mér oft, fóru í Austurveri Glæsibæ og keypti mér snúð og súpudós. Í morgumat? Já. Ok. Það er drullun eftir morgumat, sko. Bara að prófa það. Það er mjög gott. Það er snögg orka, heldur. Að kickstarta deginum en síðan verður svona pínu þreyttur síðan fljóta. Svona réttu bara hátegi. Þetta er smá þreyta. Já, en við erum reynda búin að ræða þetta bæði ég og Sveppu og Pétur að það er eiginlega ekkert sniðugt að vera með eitthvað áramóta heiti því að maður, þú veist, maður klikkar átt að staða. Jú, þú ert alveg sko 270 kíló og alltaf reyndir að koma þér í form eða svona. Það er alltaf, þetta er góð, þú veist, þetta er svona góður staður til að byrja á, sko, nýtt ár. Já, reyndar, það er reyndar eftir. Ég er búin að ákveða eitt og ég hef staðið að hinga til. Hvað er það? Ég ætla að reyna að vera á toppnum án tóbaks eins og þú. Já. Ég hef náttúrulega aldrei reykt sígarettur, þú voru að gefa mig það samt. Mér finnst það reynda miklu svalar heldur en að tækja í vöruna eða nefið, sko. Ég myndi gera það frekar. Þetta er helmikið meira cool. Nei, hættu þess ekki að hvetja hlustendur okkur til að taka. Nei, ég er ekki að gera það. Það væri samt glerhart að halla sig upp á bekknum og vera bara svona. Fá sér eitt smók. Hvað er að frétta það, gamli? Bölva vissin í gangi. Já, ég meina, en það var það sem var kannski mest þreytandi við liðið sem reykt eins og í menntaskóla. Þegar það fór út, þá kom hann tilbaka. Það er heldur líkt. Já, ég veit það. Það er eins og ég bara lendi í, sko, lendi þegar ég var að vanga við stelpu bara í gagganum að því að reykt á heimilinu mínu, sko. Já. Það vildi ekki stelpa að vangaði mig. Új. Það er leiðilegt. Mondlykt af bollinu mínum. Það er rosalega leiðilegt að vera svona krakkin, svona illaliktandi krakkin. Varstu hann? Af því að það er rosalega góður lyktaður núna í dag. Já, ætli það spili kynni bara, þetta var sígaretulyktin. Nei, það var aldrei vond lykt heima hjá mér, en það var bara foreldrar mínir reyktu og í gamla þá þótti ekkert eðlilegra en að bara stroppa við eldhúsborðið í hádegismatnum. Þannig að þetta eru breytti tímar. Þannig að það eru kannski einhverjir krakkar að núti sem þekkir ekki, en ég var að lenda í þessu. Sko, ég bara man eftir því í den, sko, að eins og pabbi minn var ofta ekki að hafa fyrir að skrúa niður þegar hann var í bílnum, sko. Þú veist, þess vegna, ég held að krakkar í dag viti ekki hvað það er að vera bílveikur. Nei. Þú veist, maður var alltaf bara fárveikur í bíl. Að því að það var svo mikið reykt í bílnum og kannski svona einhver malavegur, hristist allur og svo bara vera að reykja fram í og bara eldi maður í, sko, hálftíma, sko. Það kom út úr bílnum, það var þannig, sko, það var ekki bara að vera að reykja í bílnum, það var kannski mamma og systirinn og Inga, ekki það, veist, þetta var alveg gott uppeldi á mér, þetta bara þótti eðlilegt þá, sko, börnin væru tekin af þeim í dag, en þá stóð ég stundum bara á milli þeirra, skilur við. Þá var ég bara með axlirnar og hendurnar og framsætinu og farþegarsætinu að tala við þær og þær báður að reykja. En ég held að þetta sé náttúrulega búið, þessi bílveiki sem var alltaf, hún er bara liðin tíð. Já, þú sér það með þess að daginn þá náðust mynda einhverjum krakka sem lá aftur í einhverju rúði kvalfjöldunum. Það bilaðist allt, fólk vildi láta taka barnið af þeim og eitthvað. Fólk hefði bara hlegið þetta fyrir nokkrum árum, bara sjá krakkan bara, hann að leggja sig eða? Líka, sko, maður sér það núna, sko, fólk kannski að rúlla einhverju barnavagni og kannski að reykja með hann, sko. Já. Núna í dag bara, maður horfir át og bara hristir, þú veist. Já, bara hvaða viðbjóður í gangi. Menn að blésu bara orni, þú veist, orni í vagninni í den, sko. Það má samt ekki, sko, ekki það að við séum að fara að stjórna uppeldi barna á Íslandi, en það má samt ekki alveg vefja þetta í plast, sko. Ég þolið til dæmis ekki að... Mennur vefja þetta í bómul, það vefja þetta í plast? Já, svona plast, ég er að tala um svona bubble wrap. Okay. Þannig að þú veist, það var skoppar það með þess ekki. Hvað ákveð átt þú að hafa einhverja skoðunar uppeldi? Að því að það fyrst... Þú hefur yngar rétt á því. Nei, herru, þetta er eins og Sveppi. Ég og Sveppi áttu mjög svipað uppeldi. Ég þoli ekki að börnin hans er svo, veist, krakkar mig ekki eins og lengur setja sigrút á Kellogg'sið og Seriósið. Nei, það er svo sem kannski skiljanlegt. Nei, ég ágjör að skipta mér það er hárrétt. Ég er ánægð með að við séum konur hérna í uppeldishotni hérna á FM 95 blöð. Finnur ekki betri menn. Herru, það er komið óskalagi fyrir Hjörvar Hafliðarsson. Þetta vildi hann heyra. Þetta er vængjöð lag. Hækka nú bara vel. Hækka vel. Fólk það bara hækki í útvarpinu. Já, og þegjum núna.
þetta Levels með Avisil, ég veit ekki hvort hvað, heitir lagið Levels, Hjörvar? Ég veit ekki hvað þetta lag heitir, en þetta hrikalega gott lag. Já, það var alveg gott partí í þessu, maður, það var að viðkennast. Þið að hlusta á FM 95 á FM 957 þennan 5. 5. janúar og það styttist í gest þáttarins og ég gæti verið hann sem þetta hringja núna og það hann Múkisson, hann rétt á komin hérna, hann var valinn maður ársins af okkar hlustendum, Hjörvar. Manstu hver lenti í öðru sæti það? Var ekki Páll Óskar í öðru sæti? Já, þeir voða vinsæli félagarnir. Já. Þetta með þess að tónlistamenn, veist það, ég gæti oft óskað þess að ég væri tónlistamæður. Ég er tónlistamæður. Þú ert ekki rast tónlistamæður. Þú syngur verið en ég, Hjörvar, til að byrja með. Hjöffi ká, verður alla 50 daga. Það ekki hægt að kalla sér tónlistamann eftir eina línu. Ok, þú veist svo Massive Hit, ok. Ok, þetta var Massive Hit, en, þú veist, hvort það eru valið að verða stórkostlur íþróttamaður eða tónlistar? Stórkostlur íþróttamaður. Já, ég veist það, ég er búinn að vera að hugsa þetta. Já. Ég held að það sé eiginlega ekkert skemmtilegra heldur en að skora fyrir framann kannski 90.000 manns í fótbolta. Já. En sko, ef þú ert rockstjarna, það endist mun lengur, séðu Bono, hann er ennþá bara svo getur þú farið að bara tekið Guardiola og það er búin að vera geðið góð þjálfari síðan eftir. Já, ég reyndar, en það geta allir, skilurðu? Nei, en þú veist, þú ert the best. Hann var reyndar ekki bestur í fótbolta. Nei, hann var fínn í fótbolta, en jú, ég myndi frekar vilja vera sko, ég væri til í að vera sko fastest man alive. Já, ok. Vinna svona 100 metra á hlaupinu og þetta. Usain Bolt, það er svona drauminn. Myndir þú frekar vilja það heldur en að vera góð fótboltamenn? Nei, kannski ekki en þú veist, það væri gaman samt að vera fastest man alive. Já, það er einhver lindu draumur í mér að vera rockguð. Já, ég held að ég væri bestur á trommon. Já, en það er, veist, en þá ertu ekki rockstjarna. Já, ég veit ekki. Nefndu með 5 trommara. Tommy Lee. Já. Það er að nefna fleiri. Gulli Brím. Já, áttu þér á. Lars Ulrik. Já, áttu tóðin. Já, hérna Foo Fighters sem var í Nirvana. Já, hvað heitir hann? Þú veist alveg hvað hann heitir sem er núna í Nirvana. Dave Grohl. Fleiri trómara? Einn trómara. Vá, ég geti endalausir trómara. Hannes í buffinu. Glæsilegt. Þetta er ekki flókið. Það varst með 3 Íslendinga þetta. Nei, 2, Gulli Brím, King Gulli Brím. King Gulli Brím, ok, það er hárrétt þér. En herðu, það er komið að næsta lagi, þó að janúarblöð sé ekki að fara í þetta, þá eru kannski einhverju að núti sem er að fara í þetta. Þetta er Rihanna og segir Cheers to the freaking weekend. I'll drink to that. Á FM 957, Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Í hverri viku fáum við íslenska tónlistamenn til að koma og taka lag eftir aðra íslenska tónlistamenn. Hvaða lag verður tekið í næstu viku? Langa til maður vetur, vindurinn smög í gegnum allt. Kannski var öðrum. Fylgstu með í beinni á FM í hverri viku. Morgun þátturinn Magasín, virka mótna klukkan 7. FM 957 og Dale Carnegie. Á hverjum degi heyrið þú að fólki sem skarar fram úr í viðskiptalífinu, íþróttum, fjölmiðlum og á sviði menningar og lista. Margt af þessu fólki hefur sótt þjálfun Dale Carnegie. Vilt þú vinna þér frýtt námskeið hjá Dale Carnegie á Íslandi að verðmæti 150.000 krónur eða iPad spjaldtölvu? Farðu þá inn á Facebook síðu FM 957 og kynntu þér málið og skráðu þig á kynningarfund Dale Carnegie. Upplifðu Dale Carnegie á 60 mínútum, ókeypis og án skuldbindinga. FM 957 og Dale Carnegie. Stærsta útsala landsins er hafin í Kringlunni. Komdu og gríptu það sem þið langar í. Kringlan, opið til 9 í kvöld. Janúartilboð í 10.11. Við fögnum 9 ári með frábærum tilboðum. 10.11, alltaf opið. Langar þig í bananasplitt. Ísbúðin, háletisbrot. Yfir jólin er fátt betra en að tylla sér við arinin og hafa það gott. Það gerum við allavega á Rizzo. Arinn eldbókurnar, fátt betra. Vertu klár í skólan með Griffli. Nú er skiptibókamarkaður Griffils komin á fullt. Griffill, alltaf ódýrari. Hinn sívinsælu kreppukvöld halda áfram á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Weird Illusions treður upp og það er auðvitað skífuþeyttir í búri sem fyrr. Húsið opnar klukkan 9 og það er frítt inn. Bjór á 450 krónur og skot á 450 krónur. Bar 11 og Túborg fyrir fólkið í landinu. Nóa Kropp, bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. Stattu við nýjársveitin og spilaði lottó með 4-földum potti sem stefnir í 30 milljónir króna. Lifðu þér smá lottó. Hjá JSB kemstu í jazz og nútímadans fyrir 20 ára og eldri. Kíktu á jsb.is eða skráðu þig í síma 581 3730. jsb.is
FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is Lakkerol slættir úr körlunum. FM 95 Blö á FM 957. Rétt að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og það 50 dagar sem þér að Hjörvar Hafliðarsson hérna með mér. Kallar hann Hjöppi K. Hjöppi K hérna með mér, meistarinn mikli. Og herru, ég var að lesa hérna Hjörvar grein sem að kallast Fullir á Facebook. Já. Sem að stórhættulegt. Okay. Nú bara við kvittum undir það. Að hérna 76% þeirra sem að eru tekna myndir að þess að ef þú takkar af myndum á Facebook, þá 76% þeirra sem eru á myndinni undir áhrifum áfengis. Þannig að þetta er náttúrulega basically, nú rætti þetta áður hérna, það er verið að byrta myndir, það er eitthvað að takka þá er þetta oftast úr veislum eða úr eyjum eða eitthvað svona, þjóðatíð. Þannig að það er 76% þeirra sem eru takkar, eru fullir. Á myndunum? Já. Já, líka, það er umlega máli, sko. Það er aldrei neitt að taka myndir þegar það er ekki eitthvað gaman, sko. Nei. Þú veist, það er aldrei bara Hjörvar, heyrðu, eina þeir í vinnunni hérna. Það er að takka og setja þetta á Facebook. Já, Hjörvar inn í stúdíói. Nei, þetta er ofta þegar fólk er í glasi og það er eitthvað svona hittingur eða partí sem að útskýra þetta held ég. Já, ég meina, þú veist, svo fer maður yfir eitthvað svona kannski albúmið og svona, heyrðu, þetta er Raging Alcoholic, nei, heyrðu. Já, ég lendi þegar í því þegar ég fór yfir myndirnar í símanum mínum. Ég hef ágætis myndaðal á Blackberry-unum. Það er reyndar ekki ágætis myndaðal, með frekar lélega myndaðal, en ok. Já, svona, ok, með mont síman þinn, þá er þetta kannski ekki það besta í dag, en þetta er mjög fín myndaðal. Ok. Já, og ég tók eftir því að ég er með drikk við hönd og svona 98% myndana þar, en það er líka alveg það sama. Þú ert ótrúlega myndavél og óður með við kallmann. Bara á síma samt, ég hef aldrei átt myndavél, þannig þú getur eiginlega ekki sagt þetta, sko. Ég segi alltaf bara, sko, þú veist, shut the fuck up og let's have some beer og það er bara barinn. En þú vilt alltaf taka myndir á þetta. Nei. Eina mynda mér hérna sem ég er hér og þetta fyrir aftan. Jó, ég gaf alltaf leðilega. Má ég fá eina mynda mér? Það er verið að taka upp hérna Gossip Girl. Hefur einhvern tíma séð mig með myndavél, Hjörvar? I want a fresh beer. Hefur einhvern tíma séð mig með myndavél? Já. Á þessum símaðinum. Já, símaðinum. Það er allt annað mál. Þú veist, þessi símavæðing var komin áður en að, þú veist, ég veit ekki hvernig út með myndaðala, sko. Herðu, ok, ég er með annað handa þér. Hef ég einhvern tímann takkað þegar á mynd sem við kynntumst? Aldrei, þessar myndir eru bara fyrir mig. Reyndar hefur lendið í Hjörvar að eftir gott partí, þú voru hrikalega gaman á laugardeginum, svo á sunnudeginum þá ertu takkaðar af mynd og þú færði í magan, bara svona, færði svona kaldan svita og bara hvað er fíblið að gera hérna? Sko, málið er það, sko, við náttúrulega nei, ekkert einhvern svona, jú, mér finnst bara kjána þetta að sjá myndir af mér, svona. Já. Þú veist, þetta ábara, maður heldur alltaf maður sé bara með einhverju vínu sínum og tekur sér þetta að setja þetta eitthvað út á netið. Já, ég er sammálaður, myndir sem ég tekið síma minn fara aldrei á netið. Þú fyrir á Facebooki mitt og sér enga myndir þar. Þú veist, en mér finnst þetta eitt sem að við strákar mættum læra á stelpum. Við mættum fara að peppa hvort annan meira upp á Facebook. Sammála. Þú stelpur nota alltaf að peppa hvort aðra upp, þú veist. Það má ekki stelpa að setja einhverju ógeðslega mynd af sig, þá er bara eitthvað sæt, falleg á þessari. Já, þú ert eiginlega örugur að þú ert stelpað og hendur inn góðri prófælmyndaðar og þú fáir svona 15 sjá þig beauty, bomba. Já, þú veist, það var í stundu drullunett ef ég seti upp kannski einhverja mynd af mér inn, bara einhver stað sem ég myndi sitja kannski eitthvað með einhvern arineld eða eitthvað. Já, heil feskur Og þú að myndir síðan bara mæta þarna eitthvað, wow, rólur að vera flottur, eða eitthvað svona. Bara þegið og hvað feskur að það. Já, eitthvað svona. Já. Þú veist, eitthvað svona smá ég er alveg samanlega, við megum samt ekki fara út í beauty, fallegur eða eitthvað svona, er ekki freka bara djúvillikallin feskur eða... Já, eitthvað svona, allan að peppa hvern annan meira upp á Facebook. Það er eitthvað sem ég finnst að stelpunum mega... Nei, strákarnir eða stelpunum mega eiga, sagði ég, vil ég minna. Það er allt þetta pepp á Facebook. Ég sammála því strákar og ef þið eru að hlusta, byrjum að peppa hvern annan upp á Facebook. Þetta er hárrétt að Hjörvari. Þetta er eitthvað sem vantar og við munum alveg taka þetta. En ég held sko að vera fullur sko á myndum, sé allt í lagi. En menn sem á lenti að vera sko fullir á Facebook sko, það er alveg tölvöld vera. Ég hef ekki lentið því. Nei. Og ég meina, þú veist, sama hverja hafa lent í því, það er alveg mjög vandræðilegt. Já, ég hugsa að það sé mjög óþægilegt daginn eftir. Já, ég segja það. Kæmir ekki á og svo kannski einhverjir kjánar sem fara líka að kommenta út allt á einhvern anskota. Svo vaknaði daginn eftir eitthvað, hvað var ég að tjá mig hana hjá? Muni eitthvað svona. Segja félagar sínum að þegja og eitthvað svona. Já, og reyna að remúva kommentin og slökka okkur elda sko. Það er endar eitthvað sem margir hafa lent í, held ég. Já, það er mjög vont sko. Já, þetta er líka eins og það hóru sumir svona alþingismenn og annað sem
voru að senda tölvupósta fullir sko og svo vaknaði kannski eftir daginn eftir bara skítþunnur og bara hvað ég búinn að gera? En hvaða menning er það? Já, nú ætla ég að fá mér í glas og taka tölvuna hérna aðeins með mér. Ég held að sko, nei, það er náttúrulega ekki máli hér. Ég held að það sé þannig kannski þú ert búinn að vera í góðum gleðskap. Finnur að, þú veist, ég er ekki að tala fyrir sjálf mig núna, en þú finnur kannski, heyrðu, ok, ég er að verða full hellaður upp hérna, best að koma sér bara heim áður ég verð myndi skammar. Svo ertu komin heim, þá ertu aðeins feskar, búin að fara í fyrst loft og eitthvað svona og klukkan kannski ekki það margt. Þú nennir ekki að fara beint og svo, að opna tölvurna og kíkir á netið eitthvað, kíkir þess á Facebook og þá byrja veislan. Ég held að það sem það Það hlýtur að vera einhvern veginn svona, en hérna, fullur á Facebook og myndum, það er alveg mjög leiðilegt ef alla myndina mann er í tómarugli. Já, og það er líka, þá samt líka regla sem ég held að sé komin hjá flestum, ekki vera að takka einhvern aðeins að láta hann vita, veist, fá það að sjá myndin eftir eitthvað gott. Ég líka sko, þú ert kannski að sækja einhverja vinnu á seðlabankana með eitthvað svona, sko. Já, svo alltaf myndar í eigum bara með alla myndir eitthvað eigum með eitthvað, einhverjum einkenniskalla og eitthvað svona, eitthvað þvír, þá er það bara, hvaða hjólís er þetta? Ég get að ráða hennan gæja. Þessi er ekki komið vinnu hérna. En herðu, Calvin Harris, Feel So Close, styttist í Múkisson. Hérna í FM 95 blöð með lagið Feel So Close. Þetta er sem er flott lag, maður. Það er einhver feelingur í þessu. Herðu, það styttist í gestáttarins sem var maður ásins í okkur, eða samkvæmt hlustendum, Múkisson. Og talandi hlustendur, Hjörvar, erum við ekki að spá í að taka töðhorni? Jó, leifa, sko, komin tími til að hlustendur FM 957 fá einu svona töða. Já, það var spurning á sínum tíma hvort að við, Hjörvar, myndum kalla þetta töðhornið eða hérna útvarpssaga. Nei, það er þetta. Þannig að við hvetjum allan til þess að ringja núna í 511-0957 og ef þið eru með eitthvað svona leiðindamál, þú varst að tala um jólagjafir og... Já, ef að menn eru ósátt við jólagjafirnar sínar og svona kannski með eitthvað alvöru svona, að það sé eitthvað virkilega eitthvað til að töður, kannski ósátt við ennþá að væli vera áramótasköpinu. Já. Það er ennþá menn sem er kannski ennþá eitthvað greinandi við því, sko. Já, þannig að það er 511-0957 og nú erum að gera töða eins og við viljum fá alvöru töðhotn FM 95 blöð. FM 95 blöð, góðan daginn. Halló. FM 95 blöð. FM 95 blöð, góðan daginn. Mér finnst engin útastmaður að ná þessu hérna oft og þú að taka upp síman en engin er á línunni. Já, sko, þetta er bara, halló, FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Það helst á línunni. Hvað heitir þú? Ég heiti Gyða. Þú heiti Gyða. Helvítis umferðin, maður. Þú voru að lækka þessu útvarpinu? Ég er ekki með, þetta síma minn, hann er leiðilega líka. Já, ok, hvað er umferðinni? Það eru bara fólk í Reykjavík, afsakið ég segi þetta, kann ekki að keyra. Hvað, ertu utan á landi? Nei, ég er ekki utan á landi, ég býð utan á landi. Já, ok. Herru, það heyrist alltaf aftur í okkur, það er eitthvað að bölva fólk þarna hér. Já, ég veit það. Þetta eru síma minn, ég fekk hann í jólagjöf, ég get líka bölvaðið því. Já, ok. Við verðum að, þetta eru óþægilegt. Já, herru, afsakað þetta. Vá, þetta gekk ekki. Herru, töðhotn FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þau? Herru, ég þarf aðeins að fá að tjá mig með þetta Suárez-málum. Ok, hvað heitir þú? Ég heiti Sebastian. Sebastian, ok. Fallegt nafn. Já, þetta mál með Suárez og Evra, sko. Já, veist, töðuð við því? Já, Evra sagði fokkarna í þessu vídjói, sko. Já. Sagði hann fokk? Nei, Nikkar. Sagði Evra? Já, í vídjónu sem kom á netið í dag. Já, ok. Ef að þetta vídjó hefur verið til staðar fyrir einhverjum tíma síðan, sko, þá Ertu púllari? Það er ekki fengið þetta bann. Já, ég er grótarður púllari, sko. Já, það er, sko, ég veit ekki, þú getur líka fundið hellinga myndböndum þar sem að Jay-Z og félagar eru að kalla hvern annan þetta og eitthvað svona, en mér fannst þú reyndar ef ég var alveg hreinskilinn, átt að leikir full gróft, en ég veit ekki, þetta er viðkvæmt mál. En ekki að töða aðeins meira yfir þessu? Já. Og losaði bara alla reiðina? Já, mér finnst náttúrulega alveg fára þetta 8 leikir, þetta er næstu bara 1/4 af tímabilinu. Já. Og þetta er líklega besti klassunumæðurinn á Englandi í dag. Og Evra er bara svona gæi sem kallar þetta yfir sig, sko. Já, þetta er náttúrulega... Þetta er allir púlar að sammála um það, sko. Já, ég hef heyrt marga púlar á þetta, nú ertu búin að ná þess aðeins að þér. Herru, það kan kalla þér. Takk fyrir þessu. Ok, bye. Náttúrulega erfitt eru grjótana mannjumann að hlusta á, sko, þegar að vera að rakka niður Evra, en maður sjá, FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þið, yfir hverju viltu tuða? Ég vil tuða því fyrir að fólk gefur ekki stefnil og það er alveg óþólað. Já, það er að gera tuða vel yfir því. Skotum eina reynslusögur? Sko, þú veist, ég bjóð til likes á Facebook sem að sem að fólk þolir ekki eftir að gera stefnil og það er alveg 5.000 að eitthvað búið að læka, sko. Já, það er þetta ekki auðvitað. Veistu hvað þetta gera næst? Næst þegar einhver gefur ekki stefnuljós, eldan þá heim til hans
Þú átt hann heyra það. Svo þóli ég heldur ekki hennar snjó, þú veist, maður er að reyna að keyra og svo bara fucking snjór fyrir, skilur við. Það er alltaf ekki fyndið, skilur við. Þú voru að tala við, er það ekki þá að tala við hann að veðurgæðina? Já, að láta móka. Jú, maður getur líka náttúrulega að tala við Sigga Storm og beða hann að, þú veist... Hann ræður engu með þeirri. Er hann ekki aðal maðurinn, eða? Já, ég reynda sko það hlustendur eiga að vera að tuða núna, en ég verði eiginlega að taka undir með þarna mikið ofbóðslar í hann þreyttur á því að snjórin líka, þetta er orðið svo frosið og ógeðslegt eitthvað. Fyrir svona snjóbrettagæði eins og mig, þá er það náttúrulega bara algjör veisla. Þú er alltaf farið á snjóbretti, sko. Það er nóg sem er það tuðum, sko, en ég... Hvað, má ekki tuða meira? Já, hvað þú veit, eitt viðbót. Þú ert búin að standa þig vel. Þú er ekki öskrandi börn, þau eru fucking pirrandi. Nei. Ég elsk börn og... Já, núna grjótheldur í kættu. Veistu hvað, veistu hvað börn öskra? Að þau get ekki tala og þau get ekki tjási og sagt hvað er það, þannig að þetta er þeirra einu tjáskipti til að segja hvað er það. Já, ég veit það, en ég er að tala um börn sem eru kannski 2-3 að kunna að tala. Þau fá ekki kókapepsi eða eitthvað, skilur. Já, svona frekbörn. Já, ég þoli ekki frekbörn, ég elska börn. Þú hefur hatað mig. Frekbörn eru eitt að leiðilegsta sem ég veit sko. Ok, takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Annars. Takk. Þetta var góðu tuðari, maður. Herru, hvað, ég var að taka 2 tuðari við bótt ekki þetta? Alvöru tuð hérna, röflið yfir. Fáum eitthvað gott röf, tuð, hóttna F9 blöð, góðan daginn. Nei, sko, þetta er skellt á, þetta er ekki tæknin, sko. F9 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, þessi sett okkur bara hold. Sko, símandur er of flóknir fyrir fólk í dag. Og þú náttúrulega frábæra tæknin. Já, halló. Já, halló. Hvað segirðu? Ég segi bara, helvíti fínt. Er það ekki? Já. Jú. Herru, yfir hverju viltu tuða? Já, ég viltu að tuða. Já, hvað heitir þú, vístu áður hún byrjar að tuða? Fríða heiti ég. Fríða. Já. Herru, ég ætla að tuða yfir hérna valið á íþróttamanni ársins. Nú? Það er ekki búið að velja? Topp 10. Já, ok. Þú gjörði það nú kannski rétt. Ok. Við ætlum reyndar að ræða það hérna eftir en byrjaði allan að tuða, getur opnað? Já. Mér finnst algjör skandall að Annie Mist skuli ekki vera á þessum lista. Já, á hverju? Af hverju? Já. Af því. Það nú ekki einu sinna, sko, rökstiða. Nei, ég er sammála því. Það er auðljóst. Já, ég er sammála því. Hvað, rifið þetta aðeins fyrir mér, hvað gerði Annie Mist? Heyrðu, segir þú? Nei, byrju, hvað gengur á? Þú veist að hún var heimsmeistari í crossfit. Já, auðvitað, já. Og hérna, já, ég meina, svo var náttúrulega einhver strákur á Húsavík, var hann ekki heimsmeistari í jójói? Vá. Æ, Hjörvar, hættu. Nei, en þetta er ekki ISI-grein. Þetta er ekki ISI-grein. Nei, ég er samt sammála Fríðu þarna, sko. Hún er vist innan ISI, hún Annie Mist. Nei, þessna máttu hún ekki vera valinn, víst. Hæ? Ég held hún sé ekki innan ISI, þessna máttu hún ekki vera valinn. En þetta er náttúrulega stórkostlegt afrek hjá henni. Það verður að gefa henni það. Fekk hún ekki líka hellingspenning fyrir þetta? Ég er búin að vera að lesa allstaðar á netinu að hún er innan ISI. Nú, er það málið? Já. Ok. Já, ég er enda Fríða, ég er sammálaður þarna. Og hún er búin að fara oft í hérna lyfjapróf og... Já. Hún er stórkostlega sammála, hún er líka úr Kópavoginum. Mér finnst hérna... Hjörvar að vindaði upp hérna. Er það plús? Já, auðvitað er það plús. Nei. Gunnar Birgis, Annie Mist, hérna, Geir og Goldfinger. Nei, það er heldur annar Gunnar sem ætti líka að vera, hann er reyndar ekki innan ISI, Gunnar Nelson. Já, ég er enda samlega, Þessi tvö finnst mér vera afburða íþróttamenn. Já. En hvað með jójógæðin á Húsavík? Ég vissi ekki á hún. Hann er algjör meistari. Takk hella fyrir þetta. Herru, það er síðasta tuð dagsins því að, já, maður ásins samkvæmt hlustendum F95 blöð, mætur hérna í stúdíu, Múkisson, þannig að fáum eitthvað gott tuð í lokin, tuð hóttna F95 blöð, yfir hverju vilt tuða. Halló? Já, hvað segirðu? Það er einn ungur hérna sem vil tuða. Sætlu blessaður? Já, halló? Já, hvað segirðu? Yfir hverju viltu tuða? Herru, blessaður. Blessaður. Hvað segir ekki amlið? En, já, vinnu minn. Já. Vorum að horfa þátt hjá okkur ekki á hann. Já. Herru, já, en að... Já, herru, síðasti hérna, við þurfum gott tuð F95 blöð. Hvað segirðu? Góðan daginn. Hvað segirðu? Yfir hverju viltu tuða? Hvað heitir þú fyrst? Ég heiti Stefnir Stefánsson. Sætlu blessaður? Stefnir. Hanna, ég vil tuða yfir hvaða tóttar eru búin að fá litla umfjöllin. Já, ég er sammála því. Inn í titilborðinu samkvæmt miðlum. Já, þannig að þú vilt kvarta við því hvað er verið að gefa lítinn gaum. Já. Ok. Ég vil líka... En er ekki stundum bara betra að koma bakteríamegin og svona bara læðast?
Jú, Ég held að hendi þeim ágætlega að þessi að fá litla aðdegli, sko. Þetta er náttúrulega alls ekki nógu gott. Nei. Ég get nú bara staðfest að hér að Tottenham er með betri mannskap en bæði Manchester United og Liverpool. Það er náttúrulega með bestu mið á landinu, sko. Það er, já. Eitthvað vantar einn á stórstjörnu og það var þetta komið. Ef Rooney hefði farið í Tottenham þá held ég að vera helviti góðum málum. Já, en hérna, síðan vil ég líka tuði eitthvað leiðilegt hvað Mr. Relly King er búinn að fá að spila lítið. Ok, heyrðu, hérna, hann þarf að fá sér ný nýja. En hérna, takk fyrir þetta. Ég er náttúrulega ekki nógu sáttur. Nei, við heyrum það. Ok. Herðu, þá er tuðhotnunir lokið að þessu sinni. Getur þú sett Pitbull á fyrir Múkisson? Nei, ég veit að Múkisson hefur engan áhuga að heyra Pitbull, en ekki það að Múkisson hafi beðið sjálfa sinn. Ég er að spila 9-5 blöð, þetta er Múkisson með Stingum af og hann er einmitt mættur hérna í stúdíu og verður velkominn Múkisson. Hæ. Hvað segir kallinn? Kallinn er hress. Það ekki? Jú. Hel hress, það er nú ekki annað hægt fyrir þig held ég. Nei. Herru, það verðist vera hérna, já, hlustendur voru nánast bara einu máli að þú verður maður ársins. Hvað hérna, af hverju hittir þú hvað mark á árunum 2011? Hjá FM? Já. Ég er ekki bara nýi strákurinn í bænum. New kid in town. En er það svona óþægilegt, þú veist, þú er náttúrulega búin að vera kannski dálítið vinsæll í töluverðan tíma, allt í einu færa svona FM að fíla þig. Hvað hérna, getur það að vera svona, getur það einhvern veginn voru vont, eða? Nei, þetta var rugglar. Nei, þetta er æðislegt, maður. Ég er náttúrulega lópapeysa. Þú ert hérna með ullarhúfu í lópapeysu, vel skeggjaður. Já, þú veist, ég er krútprinsinn. Já. Og maður náttúrulega held að maður fengi aldrei að koma henni yfir. Maður er aldrei boðið í kaffi. Svo maður er bara boðið í kaffi og gott betur en það. Já. Það er æðislegt. En hvað, þú varst líka valið maður ársins á Bylgjunni, ekki? Og einhverjum einumstæði viðbót. Þetta er svarað á sig á kellinu. Já. Hvað er að gera? Ég veit það ekki. Nei, þetta er bara ótrúlegt. Hérna bara heppinn í fyrra að heita hérna gott lag og góðan feeling bara. Já. Herri, það er eitt sem ég hlusta ekki oft á texta en þú byrjar að læða og það er Andvöku Bjart. Já. Er þetta nýyrði frá þér? Nei. Ég hef ekki heyrt það. Bjarni frændi minn á það. Já, ok. Það er Andvöku Bjart. Ég hef aldrei heyrt það áður. Nei, þetta er fallegt orð. Hann, þegar ég var svona 17 ára eitthvað svolítið, ég man ekki alveg hvað ég er gamall, þá var ég ættamóti og hann samdi vísu og ég mundi alltaf eftir þessu orði. Það er síminn á kallinn. Þú ert þetta ekki, ég verði að gefa það hérna Múkisson, þú ert eins og Sönn Stjarnar, þú svarar ekki mikið í símann. Að ná á þér eins og reyna að ná á Jón Ásgeiri, þú svarar bara SMS-um. Ég maður að koma ykkur í verk, það er nú bara gott að hafa hann á silent. Annars maður... Ég fatt að það var alltaf svo að vera auðvitað, ég sendi honum SMS. Þetta er nú alltaf bara kannski fyrstu 2 vikurnar meðan maður er að taka hérna... Taka þér rólega? Taka þér rólega. Nei, ég styrir ekkert að taka þér rólega, ég bara, brall eitthvað og það er mikið hringt og maður kemur einhver verk, sko. Þannig að best að senda SMS bara. Já, þú ert að vera svona eins og Páll Óskar, maður hringdi hann, þá kom bara tala og herðu, ég er upptekinn til 2014, hafðu samband við þennan. Ert að spila mikið eða? Nei. Ert að semja sjálfur bara? Ég er svo lélugur í svona spilir, sko. Ég meira í bara svona tónleikastúsi. Já. Þá bókar maður bara tónleika og þess að milli gerir maður ekki neitt, sko. Já. En svo reyndar þú, ekki það ég sé að setja þetta á klæðaburðin, en lópapeysan spila það inn í það og spila alltaf frýtt fyrir landan, eða? Já. Þú ert ekkert að fara að rökk inn alltaf á landi? Já, og nú fer maður að koma því, sko. Það er vísareikningunum dettur inn. Þá bara, nú vill ég fá borga fyrir þetta gig, það er bara þannig. Ég spurði það líklega 30 og leiðilegu spurningu við ágræðunum mjög hratt. Nafnið, bara því að þú nýr á FM, þú nýr fyrir okkur FM. Já, akkurat. Hvað heitir þú? Ég heiti Örn Guðmundsson og Ég er ekki að vera viðkynni, ég vissi það ekki. Sorry með þetta. Það er lítið mál, ég skýrði sjálf með Múkisson þegar ég voru á mánaða fyllir með pappa mínum í Malasíu og við vorum að syngja í karaoke svona búllum hverju kvöldi og fórum hringin í kring og þá, sko, hann kallað semst Muggi og þá fekk ég þetta nafn, Múkisson. Og Varstu að fíla það? Já, fallegt ekkert að fæðast og fyllir ég með pappa sínum ykkur í Asíu í karaoke. Hvernig, ertu ekki einhver staður utan á landi, eða? Já, ég er svona allstaðar af, sko. Og ég er pappi minn bólugingur. Við höfum búið fyrir vestan Slatta og síðustu ár ég og kona mín verið þar, sko. Hjörvar fekk henni nafni Hjöppi K eftir gott fyllir ég með pappa sínum og Benidorm hérna. Þeir voru ekkert mála þetta. Þannig, Svo ég líka verið fyrir norðan, sko. Já, það er toppstaður. Fint að vera norðan. En hvað, segðu okkur, hvað er á árinu 2012?
Svona til þess að, hvað ætlar að gera til þess að verða aftur maður ársins af hlustendum F95 blöð? Herri, ég ætla bara að spila á öllum FM-partíum sem til eru. Já, strax gott. Og og náttúrulega bara panta pizza og vera hress. Þetta er náttúrulega líkilatrið að vera hress og að fara væntan allir út í það, nú ertu náttúrulega að koma með konu og börn og svona, en er ekki alltaf svona motivation að fara út í tónlist, er það ekki alltaf stelpur? Hefur eitthvað núna? Það lítur að vera maður. Þú að byrja? Nei, það er ekki, maður alltaf að reyna bara að gera mömmu stolt af maður. Ég er enda með eitt gott tryggandaði, Múkisson, þegar það er komið að því að velja mann ársins. Þú ætti alltaf að bíða með öll góðverk alveg fram í svona nóvember, cirka. Það er mjög gott trygg. Þá, og núna í nóvember á 2012, þá myndi ég raka mér allt skeggi til styrtar einhverju svona gullsið dæmi. Þá verða allir bara, sísast, það sem þessi drengur gerir. Það er gott málið. Þannig, ég hef aldrei séð skegglur. Nei, svolítið síðan. Ég ætli, hann búinn að lofa að raka mig jólinn og svo bara sopnaði ég á jólunum. Þú ert mjög rólegur eðlis, það er ekki? Og virkaði þannig svona amann. Ertu ekki voða svona chillaður á því? Jú, svona yfirleitt. Já. En hvernig svona mismætt eftir hvað er mikið kaffi í líkamannum. Ég ánað til að vera líka svolítið hæpur. Ertu mikill kaffidrykkja maður eða? Já, svona fyrir par dags. Svo kýlir maður þessu upp eins og eitthvað kókaínhaust. Bara á kaffinu? Svo maður góður svona seinni partinn. Má ég spyrja, hvernig er típisku dagar hér? Hvenær rúist klukkan hvað vaknar í dag til dæmis? Já, 7 alltaf. Ok, vel gert. Svo maður svona búinn að afhenda alla í hólfin sín svona og komin heim aftur 9. Já. Þá reynir maður að bralla eitthvað, núna er ég eitthvað að reyna að borga reikninga og svona. Því að svo mikið að gera. En venjulega kannski les maður eitthvað, hlustar á eitthvað og reyna að semja eitthvað eða maður er bara svona að bralla, þú veist, ég er auðvitað að lýsa þig einhvern veginn. En það þarf alltaf, þetta er bara svona eins og hverjum vinna bara. En dýrið, er það ekki rétt hjá mér? Þú ert í meðlagsskóla, eða ekki? Dýrið hérna svona þess. Er það ekki? Jú. Ætlar þú að vera tónlistarmaður eins og pappi? Já. Ertu ekki það að hafa fótbolta? Ekki það út að leika þér? Ég er út að leika. Já. Hvernig fílar þú Pitbull? Hver er uppáðast tónlistarmaðurinn? Pappi. Vel gert. Nei, svona ángríns. Já, auðvitað er það pappi. Herðu, við ætlum að setja hérna á eitt skemmtilegt lag með uppáhaldstónlistarmanni Múkisson Jay-Z og svo ætlum við að fara með hann í hraðaspurningar, þannig ekki fara langt. Múkisson í hraðaspurningum, það er kættorðið áhugavert. I Love You með Jay-Z og Kanye West, gestu þáttarins er ennþá hérna hjá okkur, það er hann Múkisson sem var valinn maður ársins. Já, ég ætla að rétta þér hérna gjafabref. Þetta er á Sushi Samba. Þetta færði í velun fyrir að vera, skal ég segja, maður ársins hjá okkur, út að borða fyrir 2. Og bara borða endalaust eða? Bara eins mikið sushi þú getur í því látið. Ertu mikill sushi maður? Já, mér finnst það gott. Já, þetta er hrikalega góð staður. Þetta er nýr staður þarna sem að Dómó var. Veistu hvað það er? Nei. Rétti á B5, þar sem maður hitti þig reglulega. En hvernig er það? Þú stofnaði núna fyrir hvað er ekki? 3 ár síðan þú stofnaði Pitbull aðdándaklúbbinn. Jú. Hvað, ætlið að fara að gera eitthvað núna? Við erum komið aðstíða Ártúni. Segðu mér alveg satt, Múkisson, því að ég er mikið að rífast bæði við Hjörvar og Egil, félaginu. Hvernig finnst þér tónlistarmaðurinn Pitbull? Ég bara þekki hann ekki nú vel. Nei, þú hefur ekki hlustað mikið með honum? Nei, kannski ástæði fyrir því. Ég veit ekki, ég hlustaði of lítið á ykkur eða? Þið er að spila? Já, það er þetta fyrir eftir hver er í stúdíónu. Hjörvar vill fá mörg lög. Nú er Pétur Jóhann byrjar að heimta alltaf Ricky Martin, þannig að þetta er verra og verra alltaf. En herru, það er komið að hraðaspurningum og Múkisson, þú þekkir vonandi reglur. Þú átt að hreinsa hugan og svara því fyrsta sinn þetta er í hug. Það er ekki hægt að svara rétt og það er ekki hægt að svara vitlaust. Ertu tilbúinn? Já. Þá byrjum við. 1, 2 og besta mynd allra tíma. Hvað kom fyrst í hugan? Hvað heitir Brimbetta myndin okkar? Hvað kom í hugan? Surf Up. Surf Up. Hvað er leiðilegast að spila á landinu? Heima og pappa. Besta hljómsveit allra tíma? Zeppelin. Hefurðu lamið einhvern? Já. Uppáhaldsnammi? Ég hérna Maltesers. Hvað kveikir í þér? Þú. Hvað drekkur á djamminu?
Vanda. Fallegasta kona heims fyrir utan maka? Amma mín. Hvaða leikari þið mest í taugarnar þér? Ég veit það ekki. Enginn sem kemur upp í hugann? Ég sólast það. Er mikið reynt við þig? Já. Hvernig fórstu síðast í sleik? Herðu, 10 dagar og svolítið langt síðan. Hringi Rúnu, eða hringi Vinn. Hvernig fórstu skaupið? Sæmilegt. Besti skyndibitinn? Hvað heitir það? Shaharma eða shawarma. Ef maður er að fá sér. Já, daginn eftir í vikunni. Ef þú yrðir að sofa hjá einhverju dýri, hvaða dýri er þið fyrir valinu? Ekki panda, maður. Pandarjöld, já. Hefur þið kysst annan kallmann? Já. Af hverju hatar þau homma? Þeir eru svo flottir. Íslenska ríkisstjórnin er... Ég veit ekki hvað er. Það er bara pass. Ég veit ekki hvað er íslenska ríkisstjórnin. Ertu ánægð með hana? Já, með eitthvað svoleiðis. Nei, hann ekki komin að gjalda það bara. Já, sveið með það. Ég veit ekkert í pólitík, maður. Herri, ég verð að viðurkenna það. Ég ætlaði bara að reyna að vera töff, það er ekkert ekki. Já, hann er komin á gjalddaga, það er það sem ég er alltaf að segja þetta. Það kom margt skemmtilega þarna í ljós. Þú ert maður sem, kissir aðra kallmenn, fer í slagsmál og drekkur landa á tjárminu. Það er svona basically sem kemur úr þessu og myndir sofa hjá pandabinni. Spælti því. Ef allt var í hasi. En herði, ég er dránaður, þetta var reynskili. Maltes er upp á snammið, besta mynd allar tíma. Hvað varst að reyna að finna þar? Það er þarna Surf's Up, já. Surf's Up? Sko, það er spurning, er það Surf's Up eða er það hérna Kung Fu Panda? Já, Kung Fu Panda er þetta guðsitt. Já, Surf's Up er alveg heavy næst líka. Kung Fu Panda 1 er alveg frábær, það er saman. Já, 2 er svona, maður spyrsir. Þetta er svona, er þetta bil á milli, þú veist, 1 og 3. Mér er þetta báðar mjög góðar. En það er enda komið í ljós núna, það verður væntanlega Kung Fu Panda 3 því að náttúrulega pappin finnst það í lók 2. Já, þetta er eiginlega bara bil á milli. Það er að tegja lópan hann. Ertu mikið skyndibita? Hvað varst það að segja þar? Daginn eftir að myndur fá þér... Shawarma. Shawarma? Það er ekki þarna sem að Nonni var í gamla daga. Já. Það er alveg klikkað þarna bara 1 á menjunu þar. Það fæst svona 3 áður að tekur leigubíl heim. Ég þarf að prófa það, maður. Þetta er alveg geðveið, sko. Það er þetta fæ mér ekkert í janúar því að það er janúarblöð í gangi. Það er ekki. Og svo var eitthvað hérna eitt viðbót sem ég ætlaði að spyrja þig. Nei, það er eitthvað hérna Hjörvar sem þú vildi fara yfir. Nei, þetta var bara stórgúslegt og gaman að fá það að feðga hérna og mér reyndar sko já bara, hvað kom eiginlega margir þarna í Hjörbröðum tíðin í þessi törskiti? Ég veit það ekki sko, það var eitthvað rétt yfir 5.000 manns. Ég frétti líka sko bæði, sko að reitt við þetta, ég veit að þetta hefur verið geðviki, en svona Facebook logaði og þetta var orðið svona pínu hjá fólki sko, það böggaði pínu að því ég komst ekki sjálfur sko, að þetta var svona eins og þú veist, það var allir að segja það að vera þarna, þetta er svona eins og Woodstock einhvern veginn, það var bara svona, þetta var geðviki, ég get lofa þér að svona 30% eins og var að monta sig á þessu Facebook voru ekki eins og tónleikum. Já, svo fór ég sko hringin líka sko. Já, fórst allt land. Mamma líka talaði hrikalega vel um, hún heitir Hafdís Sveinsdóttir og vinnur á Flugfélagi Íslands og sagði að það væri stórkostlegu karakter. Hún er æðist á mamma, en ég spilaði einmitt fyrir þau þarna daginn. Já, hún sagði með það. Þannig að, já, þetta virðist vera bara þannig að þú ert krúttbangsi og öllum þykir gríðarlega væntu því. Ég óskaði til hamingju með það, ég get óskað þess að vera svona hérna með henn líka, en við erum að sæta okkur við annað. Hreinn og sannur heiður að fá þig hérna í spjall, Mókisson. Við óskum hansins besta árinu og fylgjumst vel með þér og við viljum sjá þig taka tvöfalt, repeat. Nei, það komið tíma okkur annan næsta ári. Það er hár réttið að hér, gott að segja það. Herru, takk fyrir komuna, mestari, fáum smá auglýsingar og svo brjáttbyrgi hérna. Á FM 957. Stærsta útsala landsins er hafin í Kringlunni. Komdu og gríftu það sem þið langar í. Kringlan, opið til 9 í kvöld. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Það er svo margt sem batnar þegar við gerum hlutina saman. Við lærum eitthvað nýtt, miðlum af reynslunni og byggjum á styrk beggja. Íslandsbanki og Byr fagna 9 ári í sameiningu og við hlökkum til að gera góða þjónustu en betri. Íslandsbanki. Í dansstúdíói JSB lærir ekki bara að dansa, heldur færðu fjölbreytta og skemmtilega þjálfun. Skráðu því á námskeið í síma 581 3730 eða á jsb.is. Dansstúdíó JSB. FM 95 Blö er í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem er. Kredía.is. Vonandi ekki margir kallmenn að núti sem eru crawling back to you.
Það sorglegt. En Múkisson, hrikalega nettu gaur, maður. Já, hann Ég að segja það, þetta bara, hann kom mér hrikalega óvart. Svona lausfjall að stæla og svona, þetta þægilegur náungi. Já, bara gaman að spjalla við hann. Ég hef alveg getað verið með hann brút allan þáttinn, sko. Sá náttúrulega nýbúinn að sækja strákið sinna á leikskóla og svona og þannig að hann hafði nóg annað að gera og já, ég líka bara fíla þegar menn svara eins og menn í hraðaspurningu sem hann gerði. Hann hikaði ekkert við að segja bara hvað drekar á djaminu, landa. Hann var ekkert eitthvað. Þetta hérna, já, hrikalega nettur drengur og við óskum honum allsins besta eins og kom fram á hann. Hver, hérna, ef þú ættir að skjóta núna, Hjörvar, og fengi peninga ef það yrði rétt, þannig að þú veist, þyrftir eins að hugsa þetta, fengið jafnvel flottan bíl til svaraði rétt, hver heldur að verði maður ársins 2012? Þú veist, finnst þér einhver svona líklegu kandidat? Já. Það verður Magnús Geving. Magnús Geving, ok. Hann reyndar 8 ára maður árs 2011, hann náttúrulega seldi Latabæ eða redda einhverju þvílíku dílum og greiða og gerði. Já, ok. Hann gæti orðið maður ársins. Sko, Magnús Geving Ragnhildur Steinun gæti farið mjög langt með þetta árið. Ég finn á mér að þetta getur orðið gott ár hjá henni. Ok. Ný seríu að dans og eitthvað? Við getum verið að fá nýja seríu af því. Nú, Yngvi Hrafn hérna á INN. Já. Ég hef góð tilfinningu fyrir þessu ári á honum. Ok. Þú líka, þú orðar þetta svo fallega. Já, svo Geir á Horti, hann getur verið maður ársins næsta ári. Þetta getur verið gott ár fyrir hann. Sigrist á þessum lagaflækjum og komi sterkari tilbaka, meinar þú? Það eitthvað svona, þetta bara eitthvað sem ég finna á mig, sko. Já, ég sé það, þú ert mjög einbeittur. En ég var að spá í það einn maður sem við Hjörvar þekkjum vel og ég held að sé nú ekki líklegt að hann verði valinn maður ársins, það hann Brjálbreki. Já, ok. Ég held að alveg sama hversu gott ár hann mun eiga, ég held að hann verði nú aldrei valinn maður ársins. Nei, þannig að fáiði. Þú veist ekki fáiði, en þú veist hann það er kannski ljótt að kalla hann fáiði. Nei, ok. Hann allavega frekar svona þröngsýtn og... Já, þröngsýtn og vitlaus. En við hringdum í hann hérna fyrir dag og ákvaðum að heyra í Brjálbreka í fyrsta sinn á þessu ári og við skulum athuga hvað þessi, snillingur hefði að segja. Já. Já, var það Brjálbreki? Já. Hvað þú sagði að blessa rauti blöð hérna, F95 blöð? Sæður. Hvað segir kællin? Bara góður. Eða ekki? Jú. Hvað verið að brasa? Bara ekki raskat. Ekki raskat? Nei. Heyrðu, meðan ég mann, gleðilegt sítt hár. Gleðilegt sítt hár? Já, sömulegis kallið minn. Já. Hvað ertu búin að vera að gera á nýja ári? Ekki raskat. Nó? Nei, ég ekki einu sem búin að fá mér á þessu ári. Fá þér að... Já. Veist. Þú verður ekki stund að mög á þess ári? Nei. Ekki allt þetta ár. Það er nú ekki mikið búið af árinu. Það er líka grínið, skilur mig ekki. Jú. Skilur mig ekki. Jú, ég fatt það. Ég er ekkert búin að vera með neitt uppistand núna í þetta langan tíma. Nú, okkur? Ég nefndi ekki jólinn. Nei, ég skilji, það er náttúrulega kannski ekkert mikið verið að gegga jólinn svo sem. Ég var samt að pæla í einu, hvað er málið með kettlingar og útsöl? Ángriðs, hvað er málið með það? Nú, hvað menna það? Veist, er það furðaðir sé alltaf í ógeðslegum fötum þegar það kaupa bara fötin sína útsölu? Nei, Brjál, þetta er nú svolítið gróft, það er nú ekki eins og... Þú skilur, það er bara að elska útsölu, Já. Þetta var bara einhver brandari sem ég bjóð til bara daginn. Já, en það er samt ekki svo, það er ekki svo konur landsins séu í ljótum fötum. Nei, en þú veist, það er alltaf vestlast á útsölum. Já, það er ekki bara þegar hagstæra og svona. Já. Hvað er málið með kettlingar og vísakort? Hvað meina það? Ég man ekki alveg hvort það var allavega vinur minn sagði mér eitthvað brandara svona daginn, ég hef búin að gleyma hann núna. Já, magnað. Já, en ertu ennþá feskur og lausu bara og góður? Já, ég er svona, maður er eitthvað að tala um einhverja gellu bara fjesinu. Já, og hvað... Þú veist að ég bjóð til orðið fjesið. Já, þú varst nú búin að reyna að ljúga því að mér aður, ég er nú ekki alveg að kaupa það, sko. Það kalluðu þetta alltaf allir Facebook, en svo fór ég að kalla þetta bara fjesið. Já, ég er nú ekkert þessum að það hefur verið þú, við erum nú rætt að þetta var nú einhverju aðri byrjar að kalla þetta fjesið svo sem, sko, en ekki það skiptir neinu máli. Nei. En ert að póka og svona, eða? Já, ég eignan á eina stelpu. Hvað segirðu? Ég verið að póka 2. Já, ok. Það er svona, það er reyndar ekki svaraði. Nei, ég skilði, þú er ekki fengið pók tilbaka. Nei. En þýðir ekki að þú ert að póka, er það ekki eitthvað svona á sért að sína og setja heitu fyrir einhverjum með það? Ég held það.
Já, þannig að það ekki sýndir áhuga. Nei, herri, svo fór ég á kínverskan stað maður daginn. Nú? Og ég beið til ég labbaði bara inn í eldhúsi og spurði kokkinn, hvað ertu að fara til Kína til að ná í matinn? Og af því ég var á kínverskan stað. Já. Hann var búinn að vera svo lengi. Ég skilji. Þannig að ég labbaði inn og sagði, hvað ertu að fara til Kína að ná í matinn? Já. Skemmtilegt. Herðu, ég heyra að þú ert búinn að semja lítið við jólin. Nei, svo datt mér einn daginn og voru að koma þorra dæmið. Það er algjör veisla. Já. Af því borða þá ekki allar konur punga. Já, herru Brjánn. Skilur ekki? Já. Að borða punga. Já. Það er hrútspunga, skilur þú? Nákvæmlega. En er það rétt að Sveppi var eignast 3. krakkan? Já, Sveppi, hann var að eignast sitt 3. barn, bara rétt fyrir áramót. Því líka kóngur þessi gæi. Já, Sveppi er alveg með þetta. En á hann mikið money? Á hann mikið money? Já. Nei, það held ég nú ekki. Ekki rándýrt að eiga svona krakka? Það er ekki að kaupa vagn og eitthvað? Já, náttúrulega getur notað. Hann lítur að hella líka money þessi gæi. Alltaf í sjónvarpi og búa til eitthvað D&D. Já, ég held að hann ekkert hellinga money, hann hefur kannski vinst frá okkur. En alltaf, ef hann vantar money, þá er ég alltaf með þessa pælingu hérna. Já, ég var búinn að segja hann frá hann. Þess að við tveir erum einhvern svona þátt og fengum fræga til að drekka ógeðstryk. Já, hættu þessu Brjánn. Þú veist alveg að við vorum að því, ég og Sveppi. Ég veit það, þetta er bara mikið af fólki sem ennþá langar að sjá fræga að drekka ógeðstryk. Já, herri, ég beði helsa þér Brjánn og við verðum í bandi. Gera það. Ok, bye. Já, hann hefur mikið nága því hann Brjánn Breki að byrja aftur með ógeðstrykkina. Ég sé það ekki alveg gerast, en hann heldur í vonuna. Herðu, við ætlum að fá hérna hrikalega gott lag sem heitir Resistance með Muse og ætlum að gefa miða á Turin Breaks og þeir eru að fara að spila í Fríkirkjunni 20. janúar og við eigum hérna allavega 2 miða til að gefa, þannig að að gera að fara samband bara. Besta hljómsveit heims, Muse, og ég hugsa þetta sé sú hljómsveit sem ég langar mest til að fara tónleika með í dag. Vá, frábært. Já, til að mikið með Pitbull. Nei, ég var alveg til að sjá líka eitthvað annað, sko, en þú veist, vá, frá Muse, geðveikt. Já, ég held að væri geðveikt. Já, til að mikið með lífið. Já, hvað ég sagði hérna, Óskar, hérna, til að mikið með lífið, hérna, já, takk fyrir það. Hverja vilt þú sjá? Ég væri til þess að Coldplay, ég er búinn að sjá það. Ég væri til að sjá Akon. Ég væri til að sjá Bruce Springsteen. Ok, ertu að segja mig það að frekar vilja fara að sjá Akon heldur en Muse? Rétt. Ég myndi líka bara 50 cent aftur. Hvernig getur allir verið? Bara góð vinur minn og sagt. Herðu, ok, ég hugsa að séu ekki margir að nota sem myndi frekar vilja sjá Akon heldur en Muse, en það skiptir kannski ekki öllu máli. Það sem skiptir máli er að það er verið að fara að velja íþróttamann ársins og það er í beinni útsendingu í kvöld. Á Ríkissjónvarpinu. Já, á Ríkissjónvarpinu. Í beinni útsendingu á Ríkissjónvarpinu. Já, og það er líka, þetta er samt, er það bara núna þeir, er þetta ekki sendt líka út á sín? Það er oft svo vandræðilegt að þeir eru að skiptu sig einhvern veginn, ekki því, það eru bæði íþróttafréttamenn okkar og frá RÚV og... Það verður líka hérna, maður svona, menn skiptast á tala. Það vantar svolítið svona rómantíkina við þetta þegar Samúel Örn er ekki lengur hérna, King Sammy eins og þú kallar hann. Fyrir hann hættur það? Hann er ekki íþróttafréttamaður lengur. Nú? Hann er langt síðan, hann fór á þing, reyndar fór hann ekki alveg inn á þing, hann var að þingmaður og hérna, hann er ekki lengur hérna, hann er náttúrulega kongurinn í þessu. Já, og eins og hérna, eins og áður komið frá, þá er þetta valið í kvöld og ég ætla nú bara að byrja því að spyrja þig, Hjörvar Hafliðarsson, nú fylgist þú vel með íþróttum. Hver finnst þér íþróttamaður ársins? Þeir sem komið til greina hérna eru Aron Pálmarsson. Já, ég getur að lesa allt upp maður. Hver er íþróttamaður ársins? Það er Heiðar Helguson. Heiðar Helguson? Já. Þú ert sammála Hötta Maggi því? Nei, ég held að séu væntanlega bara allir saman það, nema kannski ég væri gaman að heyra hvað hlustendur segja. Ég myndi velja Heiðar Helguson því að hann náttúrulega er ekki nóg með að sé frábær íþróttumæður heldur en líka þetta stórkostleg fyrirmynd. Hann náttúrulega vinnur þarna bestu deild næst bestu deild í Englandi, segja 5. bestu deild Evrópu að margra mati og fer hann í ensku úrvalsdeildinu og þú sér það að hann er búinn að skora fleiri mörk í ensku úrvalsdeildinu, til dæmis Luis Suárez og margir Didier Drogba og margir frábæri leikmenn sem hafa leiktíðinni. Já, hann er búinn að vera ógeðslega góður. Ég myndi að hvað þessi maður myndi skora í toppliðið sem að fengi top service og náttúrulega líka bara karakterinn og það sem þessi gæi stendur fyrir er náttúrulega, þetta er algjör nagli. Það er aldrei vesen á honum. Aldrei vesen á honum og þetta er bara einn fullkona fyrirmynd og að sjálfsögðu er hann íþróttamaður ársins. Já, það segir Hjörvar Hafliðarsson, en hlustandi góður, hvað segir þú?
Sko málið að ég á því að hefði hérna Kolbeinn Sigþórsson ekki meiðst, hann náttúrulega komið sko 5 mörk í 8 leikjum frá Ajax, stendur sig frábærlega hérna og þeir keiftu frá Asset Alkmaar af því að hann stóð sér svo vel. Ég held að Kolbeinn Sigþórsson hefði orðið íþróttamaður ársins, hann ekki meiðst öll. En munurinn á ensku úrvalsdeildinni og hollensku úrvalsdeildinni er bara himinn og haf. Já, maður sá hlustandi góður, hver finnst þér íþróttamaður ársins? Kolbeinn maður. Það var að lækja útvarpinu. Þetta alltaf, við erum alltaf að segja saman. Já, ég meðist ótrúlega að fólk fatti í. Hvað segir þú? Já, Kolbeinn? Já, ekki spurning. Ekki spurning. Nei, hann ekki tilnefndur eða hvað? Jú, hann er tilnefndur. Hann reynda meiddist þarna mjög snemma í haust og... Já, þá var Anni hérna mist. Anni mist er ekki tilnefnd. Já. En ég meina, það er bara hans skoðun. Það er þín skoðun og hún sé. Það var bara kallinn. Það var það? Það var bara ég. Það var þú? Já, takk fyrir það. Það var duglegur í ræktinni. Klasi. Takk fyrir það. Það var bara ég fyrir að vera duglegur í ræktinni. Það má náttúrulega velja bara það sem maður vil velja. Já, herðu, F95 Blöð spyr hver er íþróttamaður ársins að þínu mati? Hvað segir Hvað ætlar að velja? Hver er tilnefndur? Herðu, já, Hjörvar voðalettu, grimmur Hjörvar. Ég vil hafa tempo. Segir mig bara skella á. Ég vil hafa tempo í samræðum. Já, hvað finnst þér íþróttamaður ársins, hlustandi góður? Heiðar Helgusson. Heiðar Helgusson. Þú ert sammála Hjörpa? Já. Takk fyrir þetta önnur. Þá er Heiðar komið 1 og Kolbeinn með 1. Skulum spyrja þetta 5 manns. Hvað finnst þér íþróttamaður ársins? Það er klálega Heiðar Helgusson. Heiðar Helgusson. Já. Reyndar seldið þú mér þetta ágætlega núna aðan Hjörpi, ég var að viðurkenna. Takk fyrir þetta. Já, takk fyrir þetta önnur. Já, hann er að vinna þetta eins og við erum að spyrja hver íþróttamaður ársins. Halló? Já, halló. Halló. Herri, já, tempo segir Hjörvar, ég skelli bara á þennan F95 Blöð, hvað finnst þér íþróttamaður ársins? Heiðar Helgusson. Já, við þurfum ekki að spyrja fleiri. Nei, hann var samt alltaf að heyra kannski ef einhverja aðra skoð. Takk hérlega fyrir þetta. Herri, takk fyrir þetta önnur. Kannski ég líka raukstuð eitthvað. Herri, like í útvarpinu. Já. Þetta er ótrúlegt. Hver finnst þér íþróttamaður ársins? Herri, aftur ég. Aftur þú, takk hérlega. Glæsilegt. Hver finnst þér íþróttamaður ársins? Mér? Já. Heiðar Helgusson. Heiðar Helgusson. Takk fyrir það, vinnur. Já, ok. Herðu, þá er það komið að reynda. Ég held ekki að þetta brenni ekkert svo djúpt á fólki. Ég held að fólki sé svona bara alveg sama. Ég held að þetta sé ekki eitthvað sem að fólk reyna að æsa sig yfir eða... Nei, ég held að það er enginn að fara að tröflast bara hvaða kjaftaði var þetta. Já, það var svona mikið af fimleikafólki sem ekki dvoðalega ánætt manni í fyrra. Úr eitthvað kvarti verið að einhverjar fimleikaröðun skildi ekki vinna. Það eru þarna... Heimsmeistarar? Evrópmeistarar ekki. Í hópfimleikum. Ég held að vera heimsmeistarar. Bara heimsmeistarar? Já. Nei, ég þór ekki að fara með það. Allan heimsið Evrópmeistari í hópfimleikum og það var smá pirringur út af því. Já, það er... Ég meina, það hafa, þú veist, Magnús Geving hefur verið valinn íþróttamaður ársins. Hann var frábær í þolfimi. Já. Sigurbjörn Bárðarsson hefur verið valinn bestur. Hann var í hestón. Jón Páll hefur valinn íþróttamaður ársins. Hann var náttúrulega líka sterkasti maður í heimi. Þetta er ekkert lengur. Þeir fá ekki lengur þáttöku. Nei, en eftir sömum fannst sko eins og með Sigurbjörn Bárðarsson þá var einhver sem segði á hverju fekk hesturinn ekki velun. En það þarf, ég þekki það nú vel sem hestamaður sjálfur að maður þarf náttúrulega að vera góðu knapi. Já, þú ætti líka að kunna að temja þetta og það er svona minn stærsti kostur. Ég er ríkilega að temja. Þú reyndar eitt fítan temmi, ég er náttúrulega aðalega játna, sko. Já, ég veit það. Reyndar myndi ég, á mína bestu hesta myndi ég ekki vilja fá neitt annan en þeir tala játna þetta. Ég veistu hver var eins og náttúrulega játna? Í Austuríki. Hver? Arnar Grant. Hann var bara harðasti játningamæðurinn í Austuríki. Hvað hefur Arnar Grant ekki gert? Hann er flugð, hann talar þvílíkt flott að þýsku. Já, hann kann þvílíkt, veist það kemur ekki orð, hann kunni líka að fljúa hann Arnar Grant. Hann er með þetta alveg gjörsanlega á hreinu. Íþróttamaður ársins að mati hlustenda FM95 Blöð er Heiðar Helgusson. Við ætlum að fara hérna í stutt skilaboð og svo komum við grjótharðir aftur og ég er með smá efni síðan að ræða við hér. Takk hérlega. 11 tegundir af ís og lér. Ísbúðin, Háleitisbraut. Stærsti skiptibókamarkaður landsins er í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni, opið allan sólarhringinn. Það er auðveldara að hreyfa sig þegar maður er ekki bundinn. Reebok Fitness, 2.990 á mánuði og engin binding. Skoðaðu málið á reebokfitness.is. Nóa Kropp, ómissandi, brakandi snilld. Komdu þér í form eftir hátíðarnar. Lottobotturinn stefnir í 30 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Föstu
föstudagur. Fylgiritt fréttablaðsins á föstudögum. Jóhanna Vigdís Árnadóttir fer með hlutverk í verkinu Fanny og Alexander sem frumsýnt verður á stóra sviði Borgarleikhússins annað kvöld. Hún fer einnig með hlutverk góðu nornarinnar í Galdrakarlinum í Ós og hefur því í nægu að snúast fram á vor. Lesið föstudag, Fylgiritt fréttablaðsins á morgun. Með öllum námskeiðum í Dansstúdíó JSB færðu frían aðgang að tækjasal. Skráðu þig í síma 581 3730 eða á jsb.is. Dansstúdíó JSB. Hlusta á FM 95 og FM 957. Við höfum farið við hann vel í dag. Múkisson, sem var maður ásins samkvæmt hlustundum, var hérna hjá okkur rétt aðan. Brjáln Breki, erum búin að heyra í honum og fleira. En hvergi næri búnir. Já, hlustundur okkar, vilja meina Heiðar Helgusson sé íþróttamaður ásins. En ég ætla að spyrja þig núna, Hjörvar, þar sem að þú ert nú mikill áhugamaður kynlíf. Ha? Ég er að stríða. Það sem að þú ert bara mjög fróður maður. Ég var að lesa á, þetta er ekkert eitthvað, þú veist, ég er ekkert að fóra út í neitt dónaskap. En ég var að lesa á FM preppinu sem að ég nota mikið til þess að undirbúa þáttinn. Þá veist, þá var að senda manni hvað er að gerast á svona í heiminum og eitthvað. Til dæmis er Sinead O'Connor skilin en er að hætta við að skilja núna en hverjum er ekki drullusa með það. Ég ætla að ræða hana. Það er víst auðveldara að fullnægja eldri konum en þeim yngri. Samkvæmt nýjustu rannsókn og around 50% of women that are 8 years old or more eiga léttara með að fá fullnægingu heldur en konur sem eru 30 á bilinu 30 til 35 ára. Þannig að þetta er nú gleði tíðindi fyrir kvenkyns hlustendur að noti. Það er enda eina sem fór pínu í töðunum, það er ekki verið að ræða neitt karlmenn hérna. Þannig ég ætla að spyrja þig, heldur að þú komið til með eiga léttara með sjálfan þig sem eldri maður? Nei, ok, ef ég var alveg reynskjörður þá ætla ég að bara spyrja það út í þetta en ég bara byrja alltaf að fá svona eitthvað smá svita, við getum ekki farið að ræða það hvort ég auðveldra fullum eldri konu Sveimur, er það nokkuð? Nei, veistu hvað, þetta er eitthvað sem á bara heim í ykkur í hjólísi sko. Sérðu þetta, ég er með svona smá berglur í dælinu að ég byrja að tala fréttina en svo bara leið og ég byrja að ræða þetta ég byrja að segja, nei, ég ætla ekki að vera neitt dónalegur þá ætla ég að reyna að fara að finna eitthvað aðra leið til að ræða þetta við þig fann enga, þannig ég kláraði bara að lesa þetta en, já, allavega fyrir konur að núti þá var þetta Ég lendi einu svona í því, sko Já, hvað það var þetta var mjög ótt, sko Ég var einu svona að keyra heim og var bara með á rás 1 eða rás 2 þá að vera að tala þetta hjá, sem sagt, sko, eldri borgurum Já Sem sagt, á elliheimilum Já, þarna var það verið að tala 80 ára eldri þarna og það verið að tala að konur sem eru á aldrinum 30 til 35 ára eiga mun auðveldara með aldrinum stelpur sem eru 20 til 25 ára En þær sem eru 80 plus Já, 80 eða meira stendur hérna. Já, hvað með þær? Þær eiga mjög auðvelt með það. Ok. Auðvelt með þetta og verður mjög þægilegt. Já. Þannig ég held nefnilega að þetta sé sko á þess að vita neitt það því ég hef nú aldrei komið inn á elliheimilin. Ég held að þetta sé svona pínu svona menntaskóla stemningan inni. Já, ég var einmitt að spyrja, það var nú eitt hlustandi á línunni í vikunni, þá var ég einmitt að spyrja hann og hún var sem sagt á gamlarskvöldi var hún með ömmu sinni. Já. Þá var ég myndið að spyrja hún út í þetta og hún sagði að það væri alveg mikið það, þú veist, að hún var að segja sko aðalgaurarnir á elliheimilinu var þeir sem ættu bíl. Þeir sem að ná að halda í bílprófið. Já, og geta skuttlast og svona með konunnar. Já, ég meina, sko, svo er þetta náttúrulega allt bara innanús. Já, þetta er nákvæmlega, það er alltaf á einum stað. Þú þarf ekki að fara neitt, sko. Þetta er eins og að vera á heima, veist. Já, það er nefnilega... Og hvað er þetta að gera á heima, veist? En ég meina, þú veist, þegar við verum eldri var náttúrulega elliheimilin alltaf öðruvísi. Það var ekki, þú veist, allir bara eitthvað að prjóna og... Nei, ég held að verði búið að djúsa það eins upp þá. Ég meina, það verður PlayStation og það verður, þú veist... Hvað verður í gangi þá? Þú veist, hvernig verður tölvuleikinn þá? Það verður... Klæðir maður sér þá ekki bara eitthvað búning og fer inn í einhvern heim og eitthvað svona? Og svo er ekkert víst að við eldumst einu sinni. Ég meina, þú veist... Það verður kannski búið að stoppa þetta bara. Heldur þú verður búin að stoppa þetta? Nei, ég segi svona. Þú veist, verður ekki líka allt bara komið á textavarpið þá? Verður það ekki bara textavarpið, bara búin að taka yfir? Er þetta bara ég eða er textavarpið að verða hans undir? Nú þetta á internetinu? Nei, allir, þú veist, ef þú vilt fá instant fréttir, þá ferðu bara á textavarpið. Það fara allir á textavarpið. Ég nefndir ekki að fara á textavarpið lengi, en ég var einn af þeim sem notaði það mikið, af því ég var að tippa lengi. Þú veist, ef þú vilt fá nýjustu fréttirnar, þá ferðu bara í textavarpið 102. Þú veist, þetta er framtíðin. Það eru allir, þú veist, ef þú ert að fara að auglýsa eitthvað, þá myndi ég ekki auglýsa neins staðar annars staðar en inn á textar. Það er allir vitlausir í þetta. Þú getur bara farið þarna inn og þá bara eftir að stækka. Þá bara eftir að stækka, en svona öllu gamlu sletti þá er textavarpið miðill sem að gamlingjar
dýrka. Já, fara mikið inn á textarpi. Elska textar. Bara þegar þú segir það núna, þá manni til dæmis bara eftir og afa yfir hátíðana, þau voru á textarpi. Þeim tókst einhvern veginn að læri á textarpið og þeir bara elska að fara inn á þetta. Ég get lofaði því að afi minn, hann Sveinn, hann fekk hvergi annars þar inn til þess að sjá færð á vegum inn á textarpi. Veistu hvað er það fyrsta sem ég myndi gera? Ég myndi taka það rúf. Hvað? Til að loka þessu textarpi og kenna þessum gamlingjum og bara netið. Ekki segja þessum gamlingjum. Ég var að segja þessum sem að neita að læra á tölvur, sko. Já, reyndar er amma og afi eru með Facebook. Já, ég er að segja það. Ég veit á ömmuðin á Facebook, ég hef nú heitt af henni. En ég er að segja, það þarf að kenna þessu liðin líka á tölvuna, sko. Já, en ekki segja þessu liðin. Nei, og ekki þú verður að spila þennan gæjar. Já, veistu, þetta er nýja áramönda hittir mitt. Ég ætla að vera svona Múkisson, ég ætla að vera svona mjúkur og góður strákur þessari. Og ekki vera að segja þessi liði hér. Herðu, Adele er einn besta söngkona ásins og flestra mati tónlistamar ásins og það er komið að henni. Tónlistamar ásins? Já, og valið það langt flestum. Nei, ég myndi ekki á hann tónlistamar ásins. Hún er komin í hann kærasta sem ég held að sé bara gott til henni og ég held að sveimi þá að Adele vonið það sjálf að hann fari illa með hana því að þá á hann mjög auðvelt með að semja nokkra slagara í viðbótum þetta allt saman. Þetta er lagið Someone Like You. Vá, geðið partílag. Það er 50 dagar. Já, stórkostlega sönguna þarna ferð Adele. Hjörvar Hafleðarsson sagði þvílíkt partí. Er einhver í partífíling núna, Hjörvar? Nú spyr ég. Ég er náttúrulega janúar er náttúrulega partímánuðurinn. Nei, hann er svo langt frá því. Nú tel ég meina, ég er farin að viðurkenna það hérna í þessum þætti að maður fæ sér einn og einn bjór, en sko, það er eins lítill 50 dagur í mér í dag og bara til ég myndi frekar drekka hland held ég en áfengi í kvöld. Ég hef 0 áhuga. Þannig ég held að sé ekkert mikið partí í gangi hjá hlustendum okkar núna. Nei, janúar er alveg góð partímánuður svo allir aðri, sko. Finnst þið það? Nei, ég veit ekki. Það er náttúrulega rosa margir sem eru pirraðir í janúar. Já, janúar er erfiður mánuður. Er það? Já, mér finnst það. Veistu hvað, ég held að sé bara state of mind, sko. Já. Það er oft alveg hægt að gera þetta drullu fína mánuð, sko. Ég er enda búinn að gera það núna og er að gera það í 3. ári í röð, þar sem að ég kalli þetta þar sem ég rækta líkama á sál. Ég hvet bara alla hlustendur til að gera það. Það er mjög nett að taka janúar af því þetta er leiðilegu mánuður hvort þér, okkur ekki bara, henda sér ræktina og... Ég myndi aldrei gera neitt eins og þú, sko. Þannig að ég myndi að freka bara Takk fyrir það. Maður er svo sem heyrta með hvart undir þessu mánuði og það er búið að mæla það einhver staðar að vesti dagur ársins einhver staðar hvað rúmlega 20. þegar að vísa og Eurocard-reikningarnir dætt inn. Já, maður enda fyrir utan það, maður. Það er ekki búin að hugsa út í það. Ég sé að þá svona átta menn á sig hvað er eitt jólin, sko. Já. En ég meina, ég veit ekki, þú veist, veðrið er nú flott veðrið úti og svona. Finnst þið það? Ég ekki, það er svona bjart og flott og... Ég er ekki, bara eins og ég morgun, veist, ég þóleikir þegar ég get alltaf sest í bílinn minn fyrir kuldamann, það er bara... Já, ég er náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega ósengjart fyrir mig að tala um þetta því ég er náttúrulega það sterk efnaður að ég er með bílageymslu. Já. Þannig að þetta er eitthvað sem þú þekkir ekki, sko. Nei. En það er kannski ósengjart fyrir mig að tjá mig um þetta. Já. Bílageymslu í kórónum. En eins og ég segi, sko, en ef þú áttir til þess pitbulldiskinn og setur það bara blastar hann á, bara strax á mótana. Ok, þú sagðið mig áðan hérna, Hjörvar, þegar lagið var að klára, sko, þetta mikið kom með góður ráð hvernig ætti að hjálpa fólki til að þóla janúar. Ertu þá með svona pælingar að kaupa pitbulldiskinn og eitthvað? Já, kaupa hann, fara í, kannski skella sér í ræktina. Já, veistu það, náttúrulega, ef að maður, það er náttúrulega ekki allir í þannig vinnu eitthvað, en ég hugsa að besti tíminn til að fara til útlanda er í janúar. Spara eiga inn í 10 daga núna og kosta til sóli eða eitthvað. Sko, það var þægilegt. Ég myndi nú ekki fara til kosta til sólu, það var skýta kuldið. Ég myndi fara til Suður Afríku eða eitthvað. Já, það er ekkert allir með bílageymslu og synd í seðlum eins og Hjörvar Hafleðarsson, sko. Nei, þú veist það er ekki að fara til Suður Afríku. Ég fer rosalega mikið til Suður Afríku. Þú er aldrei Ástralíu. Þú er aldrei farið þangað. Ég er að segja, ég myndi fara eitthvað þar sem er verulega heitt, sko. Já, bara Tenerife eða eitthvað, er ekki mjög heitt þarna? Ég bara fer ekki á Kanaríu, sko. Ég nenni ekki að hitta ömmuðina eitthvað slefandi fulla Ég vil vera það sem að er, sko, þú veist, eitthvað gaman, sko. Já, þú ert ekki að fara að hitta ömmu mín að slefandi fulla á Tenerife, við skulum hafa alveg á hreinu. Þú veist, kannski frekar Miami eða eitthvað svona, sko. En Flórida? Já. Húkisson er á Flórida núna, menn. Hugi? Já, Hugi Halldórsson, Ofurhugi. Já, er hann á Flórida nú? Hugi er rosalega gaman þegar maður kallar hann Ofurhuga. Já, hann er mjög stoltur af því. Já, hann er flottur en Ofurhugi. Þú er ekki þegar mennur hann er ómikli töffara fyrir fortíðina, sko. Já, hann er líka svona, sko, hann er svo mikil kall. Hann er núna að vilja Flórida, eitthvað svona eitthvað drullu leiðistar á bíla, sko. Það er sorglegt fyrir mig, þetta var eini maðurinn sem var meiri vitlýsingur en ég. Þetta er sorglegt, sko.
En herðu, hvernig líst þér á smá Jón Jónsson? Món ekki inn? Jú. Það ekki bara? Já, þetta svo góður námi ekki. Íslenska listan. Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listin í beinni útsendingu alla laugardaga klukkan 4. Kynnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Íslenski listin á FM 957. Skoðaðu listaninn á fm957.is. Stærsta útsala landsins hafin í Kringlunni. Komdu og gríptu það sem þið langar í. Kringlan, opið til 9 í kvöld. Nú eru hlöllabátastaðirnir orðnir 8. Ávallt ferskir í 25 ár. Í janúar tilboð í 10.11. Við fögnum 9 ári með frábærum tilboðum. 10.11. Alltaf opið. Ég Ritz-og-sveitin. Fyrst ég í jólastuði ætla ég að bjóða átjarpítsu með 3 álíkstegundum að eigin vali og 2 litra Pepsi á aðeins 1790 krónur. Hringdu núna í síma 577 7000. Því eldbakað einfallega jólalegra. Dílar.is í dag. 20 mínúna ljósatími hjá Taninu í Mjóttinni á aðeins 450 í stað 990. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. 10 milljónir. Það má nú fara í forsetaframboð fyrir það. Lifðu þér smá lottó. Skráning í fullum gangi í síma 581 3730 eða jóðsb.is. Við byrjum 9. janúar. Vertu með. Dansstudió JSB. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50. Rockquizi byrja klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frítskot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. FM 95 Blö í boði. Auðvelt, fljótlegt og alltaf opið. Kredia.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Það rétt FM 95 Blö hérna á FM 957. Hjörvar Hafleðarsson mér til aðstoðar eins og alla 50 dag. Við erum búin að fara yfir viðan völl í dag, Hjörvar. Þetta er búin að skemmtilega þáttur. Þetta er búin að vera ríkalega gaman. Já, það er alltaf þegar þetta er fljótt að líða þá veit maður að búin að vera mjög gaman. Já, það var náttúrulega verið, kannski stóð hann að hæst upp að hann skildi mæta þetta Múkisson til okkur. Já, og hann var reyndar heppinn að mæta. Við getum nú sagt hlustundu það að það var búið að plana hérna. Við hefðum ekki verið sáttuð hann að ekki komi. En reyndar eftir að hann kom hérna og við spjöllum við hann og maður sá hverslags snillingur þetta er að það hafði ekki verið gaman að við ætlum að láta hann heyra það, hann kem ekki að sækja velunin. Já. En svo fattaði ég bara að maður þarf að senda hann SMS. Ég var actually búinn að hringja hann svona 100 sinnum. Já, það er hérna, ég skil þetta mjög vel bara að vera með Símon og Silent sko, það er allir reyna á hann. Einhver að hringja og þekkir ekki númerið og þá mennur maður því ekkert. Kallið hann nú að gera honum. Heyrðu það nú bara, skila sér krökkunum og hlusta svo eitthvað gutt sitt lag heima og kikja eitthvað mynd og eitthvað. Nóg að gera. Nei, ég heldur enda að sé nóg að gera í honum. Já, það er brjálega að gera í honum. Sko, það er alveg að þetta er kunst að vera svona ríkilega vinsæll tónlistarmaður. Já. Þú veist, það er alveg að velta í fyrir sér næsta lag, það má ekki vera of mikill hittari, þá fer fólk að væli við því, sko. Já, hann sé of vinsæll. Men enda Páll Óskar, hann er að höndla það ágætlega. Hann er alltaf með eitthvað þvílíka hittara og... Ég? Hvernig fannst þér að segja þetta? Höndla þetta vel. Hann er vist komið nýjan síma samt. Já, hann er ekki lengur með gamla Nokia síma sem hann gæti farið í Snake í. Leiðilegt að heyra. Ég get sendt SMS og hring. Það er ekki besta eftir Hermann. Æ, ok. Þetta var heiðarlega tilraun. Já, þú ert eitthvað ekki góð eftir Hermann. Jó. Hvað er eftir einhverjum? Eittur þú núna? You're my brother and I love you. Þetta var Samuel Jackson fyrir það. Þetta var ömulegt. Það var bara eins og einhver... Svo er ég með aðra hérna. Hver var áttur inn á einhvern neinum enn hérna? Nei, hún er einhver. Nei, það er eitthvað rétt. Ég er ekki góð eftir hérna. En svo er og Heiðar Helgusson, mamma til hlustenda var íþróttamæður ársins. Mamma til okkar hlustenda og svo tókuðu gott tuðhótt. Já, þessi fólk að tuða yfir öllu. Það var einhver svona tuðu við stefnuljósum. Það var annar sem var að hafa tuða, einhver sem tuða við börnum. Já, grænjandi börnum. Já, þú reyndar, lest hann heyra það, ég var ánægður með þeim. Svo ætluðu að ræða hérna áðan að eldri konur eiga auðveldara með að fá það, en sem betur fyrir hættu þeirra umræði mjög fljótlega. En það fekk ég kaldan svita. Já, hérna... Það er nóg búið að gerast í dag. Svo er verið að ræða hérna núna á bland.is hundafræðslu. Hérna, ég var í göngutúr á hann og viðbjóðurinn sem blasir við mann í snjónum frá þessum hundum ótrúlegur. Ég var við að gubba nokkru sinnum. Sér einn. Já. Er það því að? Það eru alltaf raskarinn inn á bland.is. Maður skilur ekki eftir skít út á götu. Vinsanast takið hann upp eftir eitthvað svo við heim þurfum ekki að stíga hundaskítin ykkar. Með ristóru stöðum,
í göngutúrum. PS, veit að ekki allir hundaður jafn viðbjóðslegir. Já, hún þarna, þetta góð eftirhermaður. Þetta getur... Eftirhermað, that's my game. Já, þetta kannski þetta eitthvað sem við þurfum að fara að skoða hérna á 50 að lesa upp að bland.is. Já, ég sá þetta bara því að, þú veist, það var einhver hérna alveg brjálaður. Ég reyndar skil alveg þetta, sko. Ég engin hundafæðan, sko. Nei, en reyndar þarna... Ert þú hræddur ef kannski, ef þú hringir einhverju konu og hún segir eitthvað, já, ég hérna með kettina mína. Einhver konu á 3 ketti. Já, 3 kettir alert hjá mér, Þá veistu þá ekki að það sé eitthvað svona... Já, þá eitthvað svona... Ég hugsa, veist, loneliness issues eða eitthvað svona. Já. 3 kettir það of mikið, sko. Það ekki er nokkuð sama þá ég eigi 3 ketti. Herðu, ég að, sko, skila... Spólu? Ég að skila spólu þarna kl. 9 og svo frændi minn að koma úr Ameríkuflugi. Þannig að það ansvar hæft. En allt í lagi átt þóttu neikvægt. En svo reyndar þarna talandi bland.is að, sko, það eru, þú veist, ég er ekki að tala allar hann, en það eru sumir einstaklingar hann inn á þessari síðu sem eru í kommentakerfinu sem að glíma við eitthvað. Já, ég hafa bara að senda þetta á mig hérna núna, sko. Ég hef ekki skoðað þetta. En er þetta ekki bara þannig að fólk getur sveppum fengið að heyra það inn, sko, við erum ekki vinsalistar hérna. Er ekki fínt að vera látið stundum heyra? Það rétt þér. Ég reynda að feið bara ekkert inn á þessu síðan. Maja sýsti mín, hún fæst stundum bara svona, okkur er verið að segja þetta um þig. Ég bara, Marja, hætt að lesa þetta, maður. Hún er að inni, hún segir mér ef að vera að láta okkur sveppa að heyra. En herður, fínt. Já, takk æðislega fyrir daginn, Hjörvar, við sjáumst hérna aftur eftir viku. Grjótharðir, Rikki G-bletturinn er mættur inn í stúdíu og það er engin maður í heiminu sem fer jafn oft í átak og hann segir ykkur frá einhverju good shit átaki sem hann að byrja núna í janúar. Hafið það gott. Office One, stærsti skiptibókamarkaður landsins. Subway kynir nýja bát sem mun slá í gegn. Barbecue grísasamloku. Subway, alltaf fest. Dansstúdíó JSB býður upp á fjölbreytt og skemmtileg 12 vikna dansnámskeið fyrir byrjendur og lengra komna. Kíktu á jsb.is. Dansstúdíó JSB. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50. Rockquiz byrjar kl. 21. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50. Rockquiz byrjar kl. 21 á annarri hæð á Dillon. Frýtt skot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. Stærsti skiptibókamarkaður landsins.